Helgi, fyrstu viðbrögð? Bara spennandi, hrikalega spennandi. Það bara ótrúlega skemmtilegt verkefni að fá að spila allar þessar bara topp þjóðir sem hann spilaði. Þetta alveg bara ótrúlegt. Hvaða séns eigum við? Fyrirfram eigum við ekki mikla möguleika en við náttúrulega, þú veist, maður fer bara í þetta eins og alla aðra leiki, það alltaf sama. Ég man ekki hvernig ég fór í leik síðan sem maður hafði ekki trú að maður gæti unnið, en þetta verður svakalegur riðill. Er ekki bara sanngjarnt að kalla þetta bara dauða riðilinn á mótinu? Það ljóst að þó að Ísland komið þarna inn og næsta styrkleikaflokki, það verða virkilega sterk lið sem munu sitja eftir. Já, þetta er langsterkasti riðillinn, sýnist mér. Ekki það að hinni sé eitthvað slór, en þetta er alveg, svona myndi ég segja, alveg, já, dauða riðill. Við getum alveg kallað það, ber nafnið réttu. Svona fyrirfram, hverju myndur þú segja að væru svona sterkastir í augnablikinu? Er það Spánverjar í riðlinum? Í riðlinum? Jó, allir ekki Spánverjarnir. Spánverjarnir sterkastir, svo maður veit ekkert eins og með þjóðverðina, er Dörk að fara að spila eða ekki? Hverju fleiri voru þetta? Tyrkirnir, þeir eru náttúrulega líka með þess að það snýst bara þess NBA-gæja, eru þeir að fara að spila eða ekki? Þannig að það bara eftir að koma í ljós. Hvað með okkar hóp? Núna svona, er þetta orðið áþreifanlegra eins og fólk hefur verið að ræða við vitum hvert við erum að fara og hverjum við spilum á móti og verður það menn að byrja að gera upp sokkana og reyna að vinna sér spotti í þessu liði sem var að fara að spila á móti þessum stórkostlegu þjóðum. Já, ég meina, ef ég á að tala fyrir sjálfan mig, þá bara leið og loka flautan gall á móti Bosníu, þá maður bara farin að huga að hvenær maður geti fara að koma inn næstu æfingu og æfa sig mest og lyfta og allur sápakki og ég gerir ráð fyrir að aðrir hugsi svipað, þannig að þetta verður bara hörð baráttum að komast í liði. Helgi, til lukku með dráttinn. Takk fyrir það. Logi, sem gutti á malbyggjunni í Njarðvík að einhvern tíma látið þið dreyma svona? Maður dreymdi þetta, jú, og núna er það að vera veruleika. Þannig að ég er bara svona, já, ég er mjög spenntur eftir að maður sér þetta að fá risa Evrópuþjóðir í einu riðli, hvert og einasta lið er frábært og þetta er eins og segja sem að dreymum sem krakki að fá að spila mótið þeim bestu og við erum að fara beint í það, bara beint í miðjun á því. Er glasið hálffullt eða er það hálftómt? Er þetta góður riðill eða slæmur riðill? Það er hálffullt myndi ég segja, af því að við erum í þessu til þess að spila mótið þeim bestu. Maður vill spila mótið þeim best í heimi og best í Evrópu og nú erum við að fá það allt á einu bretti. Þetta er fyrsta skipti sem Ísland kemst á stórmót og maður veit aldrei hvernig það gerist aftur og við erum að fá að spila við á bestu. Auðvitað vill maður fá eitt kannski lið sem hefði verið í lakari styrkleika en við erum samt bara ánægðir og spenntir. Ef þú ættir að reyna að rýna í þetta í dag, svona hverjum stendur íslenska liði næst í styrkleika í þessum riðli? Það er erfitt að segja. Þetta er nefnilega komið virkilega óvart að koma svona mörg í einn riðil. Þannig að ég veit ekki, við erum búin að spila við Serbana, við strítuðum hérna heima en töpum mjög stórt úti. Þjóðverðarnir hafa verið í lægð miðað við þýska landslið síðustu ár en þeir eru á heimavelli. Tyrkirnir voru í úrslitum heimsmeistarkeppnina fyrir nokkrum árum síðan. Ég bara gæti ekki satt það. Ítalarnir kannski, af því að þeir hafa líka verið í smá lægð, en þeir voru góðir í undankeppninni. Þannig að það er erfitt að segja. Ég myndi ekki geta valið eitt. Þannig að núna tekum við bara hertur róður. Menn koma þá væntanlega grimmir inn í landslíðsumari. Já, núna bara byrjað að hugsa þetta og skipuleggja æfingamót í sumar og undirbúninginn og við erum bara spenntir að fá að fara til Þýskalands og mér líka vel í staðinn. Ég var þar í 4 ár og þekki körfuboltastemmingun og menninguna sem er í Þýskalandi og það verður mjög vel sóttir í þessi leikir. Ég held að verði fullt á öllum leikjum og maður vill hafa það þannig. Glæsilegt, Logi, til hamingju. Takk.